Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, heyrðu, við ætlum aðeins að ræðum heilbrigðismál, þannig var að daginn var ég að skrifa inn á Facebook að það væri orðið ársammali beiðni heilsugæslunnar minnar eftir viðtölum hjá sérfræðileiknum. Ég held ég að það eru sendar út 3 beiðnir og ég hef ekki ennþá heyrt neitt frá þessum sérfræðingum og ég var svona að nefna það að það væri kannski merki þess að heilbrigðiskerfið væri hrunið. Og eins og vill verða þegar maður kastar svona ykkur út á Facebook að þá verður ykkur umræða það og svo hefur fólk samband við mig sem hefur kannski ykkur sambærilega reynslu og kannski leikurinn til þess gerður. Og einn af þeim sem að hnippti í mig var Hólmsteinn Bjarni Birgisson, húsamálari. Já, sæll. Þú kannaðist eitthvað við þessa sögu að þú eru að bíða langa tíma eftir? Já, ég hef aðeins verið þarna. Það eru semst 3 ár í dag síðan ég var greindur með 2 slæma taugasjúkdóma. Ég var þar á undan með eina greiningu sem héti vefjagigt, sem er nú svona eins og við talum stundum ruslakeistu. Og ég geymdi það bara með mér, var ekkert að ræða það neitt meira. Svo fara verkir að vera staðbundnir og meira svona vesen á höndum og fótum. Og þá kemst ég til heimilislæknis, fæ heimilislæknir hérna í borginni, ég kem þetta á landi, þannig ég fæ heimilislæknir í borginni og við finnum út úr því að ég þurfi einhverja sérfræðinga og þar kom fyrsta biðin, það voru 6 mánuðir, þá kemst ég hendurnar á mjög færum taugalæknir sem að hefur tekið vel á móti mér og gert mikið fyrir mig. Já. En alla svona sérfræðinga og allt sem ég hef farið í þar á milli út frá þessum taugasérfræðing, eins og til dæmis giktlæknir, þar beði ég 3 ár eftir giktlæknin. 3 ár eftir bara að fá að hitta hann? Já, bara að fá að hitta hann og fá bara alveg að lesið út úr blóðpröfu, er þetta staðan og hvernig það er, það sem giktlæknir á að skila sínu. Það tók 3 ár. Síðan beði ég 2 ár eftir ofnæmislæknir, því að það er mjög algengt í þessum sjúkdómi sem ég er með small fiber neuropathy og large fiber neuropathy. Þessi sjúkdómar hjá mér hafa komið vegna sjálfsofnæmis. Og þá er mjög erfitt að finna, í raun og veru, þetta getur verið svo mikið sem getur hlaðist bara á sjúkdóminn á þess að ég gerir mig grein fyrir. Sem eru þá afleiðingar af sjúkdómum? Sem eru afleiðingar af sjúkdómunum, því að þetta eru svona eins og maður segir sýstu sjúkdómar MS og Parkinson og ég segi það því að þessi eru oft líkt við, þetta eru sambærileg einkenni. Ég fæ sömu einkenni og MS fólk og ég fæ sama einkenni og Parkinson. Og kemur þetta í svona bylgjum, er þetta svona köst sem færði það? Ég get fengið köst og hef fengið 2 mjög slæm köst sem hafa endað á bráðamóttöku og þurft að vera þar. Ég hef mist málið þar sem ég held ég var að fá heilablóðfall og þannig að þetta er búið að vera mjög skrautlegur rússibanni og svo er manni svona hent fram og tilbaka eins og gerist bara í þessu kerfi. En þessi taugasjúkdómar, þessi 2, þeir eru mjög erfiðir. Það er, þetta er þekkt í Bandaríkjunum, en þetta er ekki mikið þekkt í Evrópu, og sérstaklega ekki á Íslandi. Þannig að það er engin sérfræðingur í þessu beint? Ekki beint í þessum 2 sjúkdómum, en ég hef búin að fara, við erum 4 á Íslandi með þessi sjúkdóma. Ég hef komist að því núna. Við erum með smá svona grúpu og við erum á Facebook fyrir fólk sem vil athuga hvort það sé eitthvað sambærilegt hjá þeim. Og ég spyrja því að nefni það, hvernig hefur þeim gengið að fá viðtöl? Það hefur verið voða svipað. Það hefur gengið svona upp og niður. Einn af þessum Íslendingum bjó erlendis þegar hann greindist og hann fekk mjög flotta greiningu í Þýskalandi og bara mjög vel tekið á því, þannig að hann kom heim með svolítið svona góð skjöl. En það er ekki alveg svo gott hér, en staðfestingin er komin á sjúkdómanum mínum. Þessi sjúkdómar munu setja mig í hjólastól eftir svona 3 til, ég veit ekki, það er talað 3, 5, max 10 ár, maður svona bara heldur í vonuna. En það er engin lyf sem hafa henta mér. Við erum búin að prófa 28 lyf og sum af þeim lyfjum hafa sett mig bara bakk í heila viku, þar sem ég bara ekki komist á fætur eftir að hafa prófað þau. Eru það þá lyf sem eiga að vinna á sjúkdómnum sjálfum eða afleiðingum hans? Í raun og veru, það er ekkert sem getur snúið þessum sjúkdómum við. Það er engin lyf til sem að stoppa þetta, það er engin lyf til sem að snúa við, ekki frekar en í MS. Þetta er bara komið og svo það bara fylgja því eftir. Og þú ertur raunverulega bara að fylgjast með því hversu hratt hann þróast hjá þér? Hversu hratt hann þróast og ég þarf að hafa svona augasvolítið með því sjálfur. Ég fór á Reykjalundin, ég hafði ekki úthald í að klára. Ég var bara
er orðið þannig, ég er svona eins og ónýttur GSM-sími, ég er rosa góður á mótana sko, svo eru bara svolítið að koma í ljós sko að batterið nær allan daginn eða hálfan daginn. Og þú veist það ekki fyrirfram hver orkan þín er? Nei, og eins og að mæti svona viðtölulega standi ykkur þá það maður að hvíla sig vel fyrir. Ég gerir mig fulla grein fyrir að ég er bara að fara heim eftir þetta og það er ekkert meira eftir að þetta. Það er ekki meira í dag? Nei, þetta er búið í dag sko. Takk fyrir það, og heiða orkunni svo fyrst í dag í þetta. Já. En þú ert með ágætislækni sem heldur utan sjúkdóminn sjálfan. Já. Og hann vísaði síðan að hann þarf að það eru aðrir sem að geta sinnt einhverju sem eru afleiðingar af sjúkdómnum. Já. Og til þess að hans meðferð sem hann er að stýra að það hlýtur að vera mikilvægt að það komi niðurstaða út úr. Já, það er mjög mikilvægt og líka það sem stressa mig í þessu að ég er með þessum sjúkdómi fylgir það að ég geti fengið sem sagt, það er 50% meiri líkur á því að ég fá hjartaáfall heldur en þú og það eru 50% meiri líkur á því að ég fá heilablóðfall heldur en þú. Þetta fylgir þessu sjúkdómum og þetta kemur mikið til út frá því að líkaminn er alltaf í fight and flight mode, ég er alltaf verkjaður og þar alveg byggist upp svona spenna í líkamannum og maður er bara gangandi með svona eins og stóran kvíðan út í maganum og þú veist ekki af hverju sko. Og eins og ég segi, öll lyf sem við höfum prófað hafa ekki virkað, ekki skilað neinum árangri, þannig að ég hef verið að mikrodósa kannabis-efnin og safnað mér öllum upplýsingum utan af Bandaríkjunum með það og hér í gegnum Hampfélag Íslands fengið mikla aðstoð það líka og við höfum verið að reyna að fá þetta löglegt. Það gengur ekki fyrir mig að því ég er ekki með MS eða Parkinson. Ef ég væri með þessa 2 sjúkdóma þá fengi ég sem sagt kannabis mér til hals og traust. Það er ekki hægt að því ég er ekki með þessu sjúkdóma. En þannig að reglugerðin er bara of þröng. Reglugerðin er eitthvað þröng, það þarf eitthvað að skoða það. Þeir nefna þessa 2 sjúkdóma, en hefðu svo sem getað nefndu sagt bara og aðra sjúkdóma sambærilega eitthvað svoleiðis. Þá myndir þú sleppi gegn. Þá sleppi ég einn sko og svo er svo skrítið sko í þessu að þegar ég hef sambandið við Bandaríkjunum og fer að kynna mér þetta með kannabis og annað því við erum komin svolítið í stopp hérna á Íslandi með hvaða lyf við um að nota. Þá segja þeir að þessi sjúklingar sem á kannabislyfunum úti þeir hafa getað fækka mikið af lyfjum sem hafa verið að taka fyrir sem fara illa með líkamann og skipti út fyrir kannabisefnin og sögðu að þetta eiginlega bara kannabis mun virka mjög vel á fjölþætta svona taugasjúkdóma, allt frá vefjagigt og svo taldum bara alla mína og upp úr sko. Og ég fór á þetta bara beint hérna í heilbrigðisráðherra og reyndi að komast að, það tókst á endanum allan að fekk hann skilabóðin og nú er bara svona verið að vinna í þessu hvort að þetta sé hægt að skoða þetta fyrir mig eða fleiri og þetta er svolítið svona erfitt að standa í því að á meðan er ég lyfjalaus og gott sem ég get keypt eitthvað á svörtu markaði en það er ofboðslega dýrt og ekki fyrir venjulegt fólk eiginlega að gera. Það ekki vera með svona míkróskammta í þessu? Jú, þetta er bara tekið inn í smáskömmtum. Ég nota svo kallaða RSO-olju sem er mjög sterk, mjög góð. Ég nota það eiginlega sem svefnlyf því að ég er búin að vera í svefnvanda í mörg ár út frá þessum verkjum. Og hvernig er svefnvandinn? Vaknar þá ofta? Já, rosa erfitt með að sofna, bara út af verkjum og peringi og svo get ég bara ef ég legg eitthvað vitlaust eða bara eins og dagurinn það getur bara verið löngu nótt og ég hafi ekkert með það og er dauðþreyttur, hef ekkert með það að gera sko. Þannig að þú vaknar ég vakna ítrekkað aftur og aftur stundum. En það aldrei djúpum svefni? Nei, ég er að ná svona 4-5 sem að fer ítla með heilan í manni, eða ekki? Mjög svo. Minkar minni og einbeitingu Já, og það hjálpa nú ekki til. Ég er með heilaþóku fyrir þessu fylgir þessu sjúkdómum, þannig að maður það svolítið að vanda sig. En heilaþókan fylgir hún sjúkdómunum eða lyfjunum? Nei, ég er núna bara alveg lyfjalaus. Ég er bara að mikrodósa kannabis, það er eina sem ég tek og þau vítamin sem settur upp fyrir þessu sjúkdóma sem er beðið sérstaklega en að öðru leiti get ég óskup lítið gert sko, annað en bara svona reynt að fá athygli á það þarf að löglega kannabis á Íslandi og við þurfum eitthvað að laga til í heilbrigðiskerfinu því að þessi biðlisti eins og til dæmis sko, þó maður frekist bara að segja fyrir mig er alveg rosalega langur því að ef ég er í hjartavesinni eða eitthvað í gangi þá er voðalega þungt að sitja heim og bíða jafnvel í ár til þess að fá bara að vita að hlutinir í lagi eða þá að eitthvað er að breytast sem að maður náttúrulega vonar aldrei sko. Eða jafnvel að það sé ekkert þetta að gera. Það er betra að fá að vita það. Það er betra að þið býðið 3 ára því. Já, en það er með þessa sjúkdóma maður veit svolítið vel að það er ekkert hægt að gera og ég finn það alveg, ég er að hniga mikið sko. Ég er búin að missa alveg 50% getu vinstra megin í líkamannum og það er alltaf að verða svona ákveðni hluti sem er að verða þyngri.
Það er að vera erfitt að hreyfa sig svona En það er til einhver meðferð sem að færði til þess að þér líði betur, eða ekki? Þótt að þú læknist ekki. Það eru sko þau miðtöðalyf sem við fluttum inn, ef þau hefðu virkað fyrir mig, þá hefði mér örugglega liðið mun betur. Þá var slegið mikið á verki og annað slíkt. Ég er alveg búið með þennan lyfjabanka á Íslandi, ég er búin að taka út Oxycontin töflur, en ég eiginlega bara treysti mér ekki til að fara niður þá braut. Ég veit alveg að Oxycontin mun klárlega hjálpa mér ef ég tek það. Ég efast ekkert það. Þeir mun líða betur í fyrstum sinn, en síðan mun þeir líða vel. Fyrstum sinn og svo fer þetta að taka í og það voru upplýsingar sem náttúrulega þú getur auðfundið á netinu og svo bara í þeim samtölu sem ég haft bæði á Íslandi við lækna hér og erlendis að auðvitað þegar Oxycontin er eina sem er eftir, það enda það ekki vel sko. Það mun örugglega taka mig fyrir niður heldur en sjúkdómandi því að ég er bara 45 ára sko. Þannig að maður þarf aðeins að pæli því og það er mjög erfitt svona og skrítið utanum halda að fá svona sjúkdóma bara á sig, skilurðu, og ég gerði ekki til þess að afla þeirra inn. Þetta er ekki þér að kenna? Þetta er ekki mér að kenna, þetta getur verið lífstílstengt og þá er verið að tala sko meðhöndlega sykursýki í mörg ár eða ofneysla á áfengi eða einhverjum sérstökum vímuefnum sem geta kallað þetta fram. Ég var með ekkert af því, sykurinn var í lagi, áfengi hefur ekki verið vesinn, hefur ekki notað fíkniefni, þannig að þá er þetta bara eitthvað sem mætir. Og bara fengið þetta út úr óhappdrætti lífsins. Það er svolítið þannig einn og svo var ég lengi að reyna að komast til Kára Stefánssonar, til að athuga hvort þau getur fundið eitthvað og gert eitthvað meira. Ég hef ekki fengið neins svör við því en ég hef heyrt utan að mér að í raun og veru getur hann bara staðfesta þessi sjúkdóma sem borð og út frá hvaða galla það kemur en ég er engu nær, skilurðu. Og fá að lausnir til á honum, bæði vegna þetta erfiði sjúkdómar. Já. En svo ert þú kannski með sjúkdóma sem ekki margir eru með og þá verður kannski athygli þeirra sem ætti að vera að leita lausnum ekki mikil á honum. Nei, hringurinn er alltaf að þrengjast því að nú er ég búin að vera hjá mínum taugalæknir í meira en 2 ár og við höfum unnið mjög öttulega og hún hefur verið duglega að taka inn allt sem ég kem með á borð sem ég hefur aflað með upplýsingar og fer yfir það til þess að vinsa svona úr og útskýra fyrir mig hvort að þetta hendi eða ekki. En í raun og veru getum við ekkert sko, nú erum við eiginlega komin hring í því. Nú er svona, þú veist, við erum búin að prófa lyf, við vitum alveg að það þarf að hreyfa sig inn í hófi og það þarf að passa svefnin og það þarf að passa matinn. Allt þetta er að verða alltaf erfiðara, svefnin er að vera erfiðari, hreyfingar er að vera erfiðari og ég er alltaf að lenda í því að það eru svona meira af fæðu sem ég þól ekki, bara fer ekki niður og ég get ekki unnið úr og allt þetta sko. Þannig að þetta er að verða svolítið svona maður að vera pínu smeykurinn í leiðinu svona, við þurfum eitthvað að gera í þessu. Og ég finn það til dæmis með þau kannabislyf sem ég hefur verið að nota hérna á Íslandi með leiðbeiningum bæða utan og hér, að það hefur hjálpað mér alveg gríðarlega því að ég svona virðist sko, ég kemst út úr þessu fight and flight momenti með því og ég get svona lina verki úr þessum verkaskala 10 niður í svona 3 og það er bara heiminn og haf en ég finn alltaf fyrir skroknum sko. Hvar eru verkinni ef maður spyrja? Þeir eru mjög staðbundnir í fótum og alveg upp undir, þetta er komið í mjöðum núna á mér, það er orðið mjög svona erfitt að hreyfa þær. Getur lýst þessu verkjum? Þetta er sem það sem gerist er að húðin fer utan af fíntaugakerfinu og þetta er bara svona eins og ramaskapall sem er búið að opna og svo leiðir bara út hér og þar. Ég er að fá svona stingi og krampa köst og þetta eru svona stöðugi þungi verkir eins og sért bara með skurðið að labba á legokuppum þegar þú vaknar á mótnana og fram eftir degi sko. Og líka tilfinning inn í fótunum þannig að það sé eins og þau svíði í taugakerfið. Já, þetta er svona hitabruna tilfinning og ég hef stundum verið með ægilega verk í fótunum ekki gert mig grein fyrir hvort mér er ofsalega heitt eða ofsalega kalt en svo er það ekkert með hitan að gera, þetta eru bara verkir. Og svo er þetta komið upp í hendurna núna líka, það er að verða erfiðara að halda utan á hluti og opna síma og svona reyma skó. Missur þá hluti? Já, hendurna bara stífna upp og ég missi bara, þetta er svona eins og að vera bara í lúffum allan daginn. Ég finn fyrir höndunum sko þess að ég tek utanum, ég þarf að passa mig rosalega í eldhúsinu til dæmis því að heitt og kalt ég finn enga mun á því sko, ég annarkvæmt bara fæ brunnasárið ekki, þannig að ég þarf að passa mig mjög mikið á þessum hlutum sko. Ég til dæmis í dag finn ég ekkert fyrir tánum á mér, það eru alveg farnan, það eru bara svona hangandi framan á og ég hef nú lent í pínu sköndnu aðtökju með það, ég sem sagt fór á klósettu nóttina og ég sparkaði í þröskuld,
þetta gerist síðasta sumar, ég tábraut mig, þann ekki fyrir því. Það vissi ekki að því. Nei, ég vaknaði daginn eftir mjög marinn og hringi minn heimilislæknir og ég sendi beint í röntgen og það var mjög erfitt að útskýra það að ég hefði vaknað svona, ég muni ekki eftir hvað hafi komið fyrir. Flestir hefði nú fundið þetta. En þetta er svona staðan, þannig að ég þarf að passa mig gríðarlega yfir daginn og þessi bið eftir að komast áfram í heilbrigðiskerfinu og fá einhver svona þegar þú ert á þessum stað, þessu fylgir ákveð óöryggi því að ég hef stundu fengið svona þessi gerfi hjarta áfalls svona einkenni. Ég fæ stingin og ég fæ hjartatruflanir og allt þetta og maður er alltaf svona á ég að hringja núna á sjúkrabíl. Og þetta getur verið farið eftir 20 mínútur skilur. Og þetta er svolítið svona erfið stað að vera í og maður er svolítið svona einnarinn að fisk út skilur, læti ég þetta slæta og ég ger eitthvað í þessu. Og þegar dagarnir eru búin að þungi kannski 2 daga og ég hef bara orðið virkilega erfitt með að fókusa og hreyfa mig að þá hvert hringi maður, hvað á ég að gera skilur ég er svolítið heima, bara er ekki með neinn lyf og litla aðstoð þannig að maður svona veit ekki alveg hvert maður snýr sér. En þið finnst að það hefði mátt taka svona betur utan þig? Já, það hefði mátt gera það og svo fylgir þegar þú fær svona stóra sjúkdóma eins og þessa 2, þetta er eins og MS-greining pluss Parkinson-greining og þessi bara svona, þú fær þetta í andlitið, fær klappa á öxlina, gangið vel, ég mæli með að þú kynnir þetta vel því þetta eru þungi sjúkdómar og þetta er að breyta lífinu og þar með enda þessi læknatími. Og klappa á öxlina. Klappa á öxlina, svo ferð þú heim og ferð að lesa þig til og svo næstur og kennst í læknis þá áttu með lista sem þú rennir yfir til að spyrja, er þetta, á þetta við mig, er þetta svona? En maður hefur heyrt þetta frá mörgum sjúklingum og það sem að fólk hefur sagt að það sem er mikilvægt eins og þú nefndir sem að er, hvað ég að segja, svona jafningjasamtal, það sem að vera að tala við aðra sem að hafa gengið gegnum svipað, að það sé mikilvægur stuðningur. Það er það og ég var svo þakkláttur þegar við föttuðum að við værum 4 á Íslandi með Small Fiber því að þá gat ég heyrt í einhverjum á Íslandi og ég sendi oftar en ekki á þau og við erum virk þarna inni að spjalla. Þetta fólk, svo sem ein af okkur sem hefur lengst verið með þetta held ég að sé komin hátt í 16 ár og það er töluvert síðan að hún greindist en það er jákvæmt Já, en það er líka erfitt að horfa upp á þannig einstakling því að ég á eftir að vera hún, skilur. Ég sé stöðuna sem hún er mjög illa farin og ég sé stöðuna sem hún er í og ég sé fólki sem er með mér sem hefur greinst, sko, sem er aðeins greinst á undan mér, hvað þau eru að gangi gegnum og ég svona veit þá eftir að koma mig eitthvað að því en svo er ég líka með einkenni sem þau eru ekki með, þannig að þetta er svo misjæmt, sko. En er þetta ekki dæmi það að þú sérð áhrifin á þeim frekar heldur á sjálfum þér? Í raun og veru sko og ég hef líka, það hefur alveg verið bent á það til dæmis þegar ég er orðinn þreyttur þá slagaði ég mjög mikið, ég verð svona eins og sé drukkin og fólk hefur stundir svona allar að keyra í þessu ástandi, allar ert að fara að þanga núna á eitthvað svona og ég finn þetta ekki sko, ég átta mig ekki á þessu en ég kveikja á því þegar ég farin að grípa ansi oft í handriðin eða farin að setjast mjög mikið þegar allt er farið að rugga, þetta er búið, orkan er búin í dag. En þú ert óvinnufær eða? Ég er óvinnufær í dag, ég er búin að vera að stoppa í heilt ár og það er mjög erfitt því að ég var málari og var með fyrirtæki og gekk bara mjög vel. Þannig að þetta er mikið högg að fara bara af úr því bara að vera málari í vinnu og nóg að gera og nóg framöndan og allt bara æðislegt yfir í þetta bara í raun og veru nú þarfst þú bara að passa hvernig þú hefur daginn og þetta hreyfaði í dagkallum og þetta passa matinn og reynda að ná sem bestum svefni meira hef ég ekki í raun og veru í höndunum með þetta. En hvernig komstu út úr því svona fjárhagslega að koma út úr svona bara á hápunkti starfstímans og vera keyptur? Já, ég hafði nú vitað því að hafa tryggt mig mjög vel. Ég hafði aukatryggingar, bæði líftryggingar og sjúkratryggingar og það kom sér mjög vel þegar ég lenti í stoppi. Og hjálpaði manni gríðarlega og ég fattaði raun og veru ekki, ég var búin að stoppa í hálft ár þegar ég fór virkilega að svona þakka því bara já, ég væri ekkert hér ennþá ef ég hefði ekki verið svona veldreiðið fyrir. Þannig ef þú horfir á það sem þú hefur, þá er bara lungin af því er það sem að þú hefur borgað ekstra í tryggingar. Og ég þurfti að ég til dæmis bjó í Kópavogi í Penthouse íbúðstóri, við seldum það hjónin og færðum okkur yfir á Selfoss í ódýrari húsnæði og mér fannst líka bara svolítið erfitt að vera í borginni að fylgir þessum sjúkdómum svona
ég var mjög þreyttur í háað og mikið til byrtu og öðru slíku, þannig að ég vildi komast út á landi, ég utan á landi og var alltaf ætlaði ekki að vera í borginni, þannig að það að hafast, en það sem ég langar til að benda á Selfoss náttúrulega að verða borg. Selfoss að verða borg, þenja svolítið út og stakka. Hún mjög stór og þetta fallegu bær, allt á sléttu og svona, það sem að heilla mig núna bara hvað ég fljótur út í búð og heim, mér finnst það bara dásalegt sko, og minni umferð og svona. En mér langar til að benda ykkur á eitt í sambandi við þurfum að tala tryggingarnar og heilbrigðiskerfið. Núna til dæmis á að senda gögn frá heilbrigðiskerfinu á tryggingafélag mitt. Ég að fara í þetta mat, þar sem ég verða annað sko gerður upp eða þá við höldum áfram að reyna að halda í vonum að þetta gæti kannski lagast. Þetta semst eitthvað sem að tryggingafélagi situr upp. Taugalæknirinn minn búin að senda tryggingafélaginu 2 sinnum gögnin. Gögnin hafa ekki borist til tryggingafélagsins. Og ég svona spurði nú tryggingafélagi, ég segi, heyrðu, ég að kaupa þjónustu ykkur, á ég alveg að þurfa að keyra frá Selfoss inn í Reykjavík til að ná í pappír hjá taugalæknum til að koma þeim í hendurnar á ykkur. Hún segi, kerfið á ekki vera svona, það eina svari sem ég fekk, en þau greinilega vinna þannig að þau að fá bara gögn í hendurnar og búið sko. En staðan orðin þannig en ég þarf að fara til taugalæknis. Þú flytur á milli. Ég þarf að fara með á milli. En þetta svolítið þannig að til dæmis læknir sem að sér sjúkdóminn hann sendir þig til gigtalæknisins og þú ert alltaf sendur í að gera allt saman þetta ekki svona one stop shop. Nei, þetta er ekki og svolítið svona eins og segi í þessari stöðu bara svo erfitt að vera svona þú ert svo varnalaus, ég veit ekkert hvað framöndan og ég finn alveg ég að hniga en ég hef ekkert samtali með er ég á réttri braut með eitthvað að ég vera að gera eitthvað betur. Það er náttúrulega rosalega erfitt að komast ekki inn í svona endurhæfingu þannig bæði biðtími og svo bara hef ég átt erfitt með endurhæfingu því að ég bara að hniga það hratt sko, ég gerir mig ekki alltaf grein fyrir, ég mæti einhvers staðar og rosa brattur og svo batterið búið á hálftíma sko. Þannig að maður þarf svolítið að ég hefði þurft meira bara spjallu einhverja að færa sérfræðinga heldur kannski endilega að prófa að labba á bretti eða fara í sund í dag sko, þú veist þetta ekki og áttu þá við að svona styrkja sjúkdómsinsægið þitt og svona, ég segi ekki kannski sátt eða svona skilning á þeirri stöðu sem að það það sem að þú myndir helst vilja fá. Já, og kannski hún ekki boði af því það sem lagt á þig mikil byrði og það ekki gefið að það sé til einhver svona leið til þess að sætta sig við það. Nei, og það sem ég passa ekki inn í MS eða Parkinson félagið sem slíkt sko og við bara 4 á Íslandi þá höfum við lítið svona annað en bara okkur 4 til að spjalla þetta sem þá yfirlega bara ég hef lent í þessu staðinu svona skilur en þetta svona allar upplýsingar sem ég á þessa sjúkdóma koma stærstu hlutum sko úr podcastum eða þá upplýsingum á netinu eða samtölum til Bandaríkjanna inn á klínika sem ég hef bara tekið sjálfur sko, símtöl því að ég fæ ekki alveg fullnægjandi svör hér og ég skil það alveg því að það eru 4 hérna bara á Íslandi sem við vitum með þessa sjúkdóma. En einhver leyti getur þetta verið það að læknarnir hafa áhuga á sjúkdómnum en ekkert svo mikið áhuga á sjúklingnum. Já. Er það ekki? Jú, en sko mér finnst samt svolítið svona og ég skil það vel læknastéttin mjög tímabundin, þú farið einhverja 15 mínútur skilur og í einhverjum erfiðu sjúkdómum eins og ég að eiga við það sem er lítil þekking á Íslandi þá veit ég ekki hversu mikið grafið fyrir mig upp af upplýsingum. Mér finnst ég svolítið sjálfur vera að móka upp upplýsingum sem ég ætti að fá í hendurnar og það mjög slítandi að þurfa að fara á svona marga staði hérna, þú veist, hitta sérfræðinga allt í kringum þetta svo mikið bras eins og núna að fara að sækja einhverja pappíra til að rúlla maður ágæð þurfa að standa í þessu skilur og það að ég bý á Selfossi þetta svolítið kostnaði líka að fara alltaf í borgina til að aðræsera smáhlutum sko. Það margir kvarta yfir því að það sé alltaf verið að senda þann sem að sækja þetta þjónustu á milli með og vísunum frá og það vantar þetta og þetta vottorð og sem er stundum bara óskiljanlegt sko. Já, það þarf að vera... Akkur þarf ég að koma með fæðingavottorð, ég meina, ekki augljóst að ég hafi fæðst. Já, þetta þarf svona einfald þetta kerfi og það þarf að vera mun meira spjall í kerfinu því að viðtal við lækni í dag, þetta eru bara nokkra mínútur og hann bara hnit með að svara þínu einu spurningu eða 2 og svo bara það fleira vinnur.
og ég veit ekki alveg, skilur þegar þú ert á þessum stað og veist ekki alveg hvað framöndan og finnur út að fara aftur í baki í lífinu, ég svolítið að klifra niður stegan eins og við segjum, fara aftur niður á gólf, að það bara tölver átök sko, að gera það bæði andlega og svo að vera svona vitni að því líkamlega að ég get ekki haldið í sko, maður alltaf að reyna að halda í og þau 2 skipti sem ég hef komið mér á sjúkrahús eiginlega eins og maður segir sjálfur út af því að maður hefur bara ætlað að gera mikið, reyna að labba mikið að farið og þétt í sund þetta eru bara svona atriði sem taka mig bara niður 1 og 10 þegar ég ætla eitthvað að reyna að bæta mig upp sko. Ég spurði hérna fjárhagslega og svo er ég búin að spyrja líkamlega stöðu, hvað með svona félagslega stöðu? Hvað árið hefur það að kippa svona út úr erli dagsins? Já, hún breytist helling, þú dettur náttúrulega úr þessu daglega umhverju með strákunum í vinnunni eins og maður segir. Svo bara orðið erfiðara fyrir mig, það meira ég heldur en að maður standi ekki vel félagslega en þetta að mæta einhver staðar og ætla að vera í mat og sitja fram eftir kvöldu eitthvað, þetta alltaf að verða bara erfiðara og erfiðara og minn svona besti tími kannski verið hádaginn og þá eru nú flesti bara í vinnu sko. Þannig að maður svona já þetta eru djöfisins átök bara og erfitt að vera í samskipti við fólkni og bara svona þess svona í gegnum síma en maður ekkert að hitta allt og marga og vanta svolítið þetta sko. Þú veist að það mikilvægt að halda því við, æfa sig. Já, það mjög mikilvægt að mæta og taka spjallið. En ef þú látið bíða hérna eftir tíma hjá gigtalækni í 3 ár, hver tilgangur með því? Af hverju þetta svona? Ég skil það ekki og eins líka það var mjög mikilvægt fyrir mig og okkur sem að mér standa að hafa þá hluti á hreinu til dæmis því að ég var til dæmis bara settur á einhver gigtalyf af því að það kemur í ljós í blóðrannsókninni að það einhver gikt, þá bara tökum við einhver gigtalyf. Það tók 3 ár að fá þetta á hreint hvað ætti raunverulega að nota og hvernig þetta virkaði og annað slíkt. Það lyfið hentaði mér ekki. Ég held að hitt lyfið hafi heldur ekki hentað mig því að ég fann enga mun á því. Ég var bara að taka eitthvað lyf. Þannig að þetta, útiloka svona hluti fyrir. Af hverju að taka gigtalyf í 2 ár þegar þú til dæmis startist ekki eða þá þú ert með eitthvað sem að eða samheita lyfið að komast sem næst í bara svona til að gera eitthvað. Ég vil frekar fá aðeins bara betri þjónustu og geta gengið út frá því hvað það er sem ég þarf að gera sko. Og það er það sem ég finnst svolítið vanta í kerfi okkur. Við erum með svona sko, það er ekki tilneitt með á blað, hvað skal gera, hvernig skal bregðast við þessu skilur, við erum ekki komin þangað með þessa sjúkdóma hér á Íslandi og það er mjög erfitt sko fyrir mig og maður velti líka fyrir sér þegar þú ert í stöðu eins og ég í dag, lyfjalaus, mikið verkjaður og svefnlaus með lítið utanumhald og þarft að þvælast hann á milli staða. Af hverju er ekki hægt að fá til dæmis bara lögleiðingu á þessu lyfi fyrir mig, þá var það kannabisi að því ég get haldið í það og ég get notað það, skilur. Það mun hjálpa mér gríðarlega og það hefur gert það. Og ég hef kynnt mér það mjög mikið og mér finnst þetta mjög svona ósættalegt að þurfa að sita bara í einhverju svona limbo í loftinu, jú, líklega einhver dag verður þetta nú löglegt og eitthvað, en þú veist, hvenær? Hvað er langt í það? Hvað erum við að tala um? Og þetta er bara pennastrygg, því að það er allir í kringum okkur búin að löglega þetta. Þetta er til dæmis orðið eina stærstu útflutningsstöðurinn Dana. Þetta er löglegt í Svíþjóð, í Þýskalandi og fleiri stöðum og Spáni og öðru slíku. Ég skil þetta ekki alveg. Öll Norðurlöndin eru með prógram fyrir medical marijuana eða lyfja hamp eins og við köllum hann. Og við erum algjörlega bara sittum hjá. Við hefum ekki hugmynd um þetta og þetta geti hjálpa svo mörgum bara allt frá vefjagigt og bara ýmsum sjúkdómi sem þetta getur gripið inn í og aðstofað. En við vitum um þetta. Við vitum um þetta. Ráðuneytið veit að þessu. Já, það er nefnilega svolítið magnað og svo eru til bara mjög færi læknar í þessu og það verður ástefna hérna í sumar eða í haust hjá HAMP-félaginu. Það sem við fáum lækna utan, það sem verður farið yfir sko, þeirra stöðu og framfarið sem á orðið og þær eru gríðarlega sko. Og mikið inn í hnetmiða inn á ákveðna sjúkdóma og sýndur fínn árangur í því og menn eru svona, þú veist, þetta er að gerast. En við veitum ekki neitt. Ísland er alveg á kantinu. Við látum eins og við veitum ekki neitt. Já, við látum eins og við veitum ekki neitt. Ég veit ekki hvað það er sem að truflar þetta. Herðu Hólmsteinn, takk fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og segja þína sögu. Takk fyrir að leyfa mér að blása. En ég ætla að sitja hérna áfram og reyna að skilja samfélagið sem við lifum í og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. Fjárhagserfiðleikar eru afgerandi meiri hjá eflingarfólki en öðrum á vinnumarkaðnum. Hvernig getum við réttlætt það? Efling stéttarfélag.
barátta fyrir betra lífi.